Komið sæl og velkomin í samfélagið nærmynd. Skipulag, umhverfi og vellíðan. Samspil þessara þriggja þátta getur verið með ýmsum hætti og við ræðum það aðeins nánar á eftir. En við ætlum að snúa okkur næst að umhverfi og vellíðan. Hlustendur kannski rekum inn til þess að það er til félag sem heitir umhverfi og vellíðan í mitt og þau eru mitt að halda aðalfund sinn núna í kvöld. Við höfum forvitnast þessi samtök áður og þá höfum við gjarnan komið til okkar maðurinn sem er reyndar í námi víðsfjarri. Hann er í Ástralíu í doktorsnámi umhverfis sálarfræði, Páll Líndal, og hann er komið hérna núna til okkar á landinu og við setjum okkur reynum að ná krækingin þegar hann kemur. Velkomin. Takk fyrir það. Hérna bara rétt heyra hvað þú ert í þínu námi, en þú ert búin að vera að bralla eitthvað austur á fjörðum í samstarfi við þá á Djúpavogi. Já, ég er búin að vera var sem sagt lagði fyrir könnun í sumar sem kom að því að kanna sem sagt áhrif umhverfisins, sálfræðileg áhrif umhverfis á ferðamenn sem að komu til Djúpavogs í sumar. Hvernig kannar mér það? Sko það við gerum þetta með spurningalista í þessu sinni. Það má kanna það sjálfsögðu með margvíslegum hætti, en við gerum það með þessum hætti núna. En svona til að forsaga málsins er rauninni svo að ég kom að gerð aðalskipulags fyrir Djúpavogshrepp. Aðalskipulag Djúpavogshreps 2008 til 2020. Það var teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur sem vann verkið í mjög góðri samvinnu við sveitarstjórn Djúpavogshreps, og þetta skipulag var staðfest núna í febrúar síðastliðnum. En aðalskipulag, fyrir þá sem kannski þekkja nú lítið til hvað það er, þá er aðalskipulag í rauninni bara stefna sveitarfélagsins til ársins 2020, til dæmis hvað var það þróun byggðar, í samgöngumálum og umhverfismálum, bara svona til að nefna einhverja þætti. Og umhverfismál getur þá verið til dæmis eins og verndun náttúru. Og í aðalskipulagi Djúpavogshreps þá er sett fram geysilega viðamikil verndun náttúru og raunar menningarminja líka. En við vorum svona meira einblína á náttúrunni í þessari könnun. En bara til að nefna að þá eru til dæmis það eru 15 staðir í sveitarfélaginu sem stemt að verði friðaðir samkvæmt lögum um náttúruvernd, og það nú í þessum töluánu þá er einn staður, Teigarhorn í Berufirði, sem nýtur slíkrar friðunar. Og annar þáttur sem maður nefna sem þetta er hverfisvernd svokölluð, sem eru sérstök ákvæði sveitarstjórnar er lúta að verndun náttúru, er ekki svona lögformleg þetta er ekki lögformleg verndun, heldur sem sagt í höndum sveitarstjórnarinnar. Er þetta ekki frekar óvanlegt að það sé sett svona viðamikil verndun ákvæði á sveitarfélögum á Íslandi, eða svona þessum minni sveitarfélögum allavega? Jú, ég held að ég held ekki, ég viss um það að þessi stefna, hún er algjört einsdæmi á landinu. En að auki þá hefur sveitarstjórn Djúpavogshrepps gengið svo langt að hún bara hafnar, opinberlega hefur lýst yfir að hún hafni orkufrekum iðnaði og stóriðju. Nú bara nei takk. Það bara nei takk, vegna neikvæðra áhrifa á umhverfi. Og í staðinn vill skapa vaxtarskilyrði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem að falla þá að umhverfisstefnu sveitarfélagsins. Og þetta er mjög skýr og afdráttarlaus stefna og er einsdæmi á Íslandi. Og þó við að vera litað. En hluta þessari vinnu þinni út frá þessum þá stefnumiðum er það kanna viðhorf hjá ferðamönnum þá til umhverfis og þátta og slíkra hluta? Já, við vorum bara könnuðum. Þetta voru svolítið listi sem að fólk þetta fara í gegnum. En við könnum svona í stórum dráttum að segja að við könnum viðhorfi ferðamanna til verndunarinnar, til þessara stefnumótunar, því hún er svo mikil og svona sérstök. Og hins vegar sálfræðileg áhrif umhverfisins bara á
upplifum ferðamanna á staðnum. Já. Og sem sagt við einblindum á Djúpavog og þá nágrenni hans. Það er kannski svona viðamikið ætla að fara að taka allt sveitarfélagið undir, en við einblindum á Djúpavog og nágrenni hans. Og Það er kannski rétt að geta þess fyrir það sem ekki þekkja til, menn vita hvar Djúpavogur er kannski nokkurn veginn, en hreppur nú þetta skipulag það nær þá yfir nærliggjandi firði eins og Hamarsfjörð og Álftafjörð. Já, og Berufjörður. Það er svona uppistaðan í svona landfræðileg uppistaða í sveitarfélaginu. En það sem kom, ef við tökum bara eins og viðhorfi til verndunar, að þá kom í ljós að 80% þeirra sem svöruðu sem sagt listanum sögðust verða jákvæðri eða miklu jákvæðri gagnvart svæðinu ef að þessi verndunar áætlanir næðu fram að ganga. Og yfir 90% fólks sagðist frekar myndu koma aftur ef þetta myndi ganga. Og við erum að tala það kyn skipta ekki máli, aldur skipta ekki máli, þjóðerni skipta ekki máli. Þannig að þetta eru mjög afdráttarlausar niðurstöður. Já, þannig afstaða ferðamannsins er klár þarna. Þetta er ákveðin dirfska hjá þessu sveitarfélagi, þessum að, ég tala nú ekki á tímum þegar að fara þeirra svona með þurfa að vera herða að ólina hjá sér og líta í kringum sér eftir nýjum atvinnutækifærum og öðrum að stíga þetta skref. Algjörlega. Þetta er mjög djörf stefna, myndi ég segja, og já, ég vil segja, mættu margir taka þetta til fyrirmyndar vegna þess að ef maður spáir í það, af hverju er þessi jákvæði viðhorf gagnvart þessari verndunarstefnu. Og ef ég set mig þá í umhverfis sálfræðilegar stellingar, að þá getum við hort til uppruna mannsins. Þeirrar einföldu staðreyndar að maðurinn þróaðist í náttúrunni í meir en 2 milljónir ára, semst nútíðamaðurinn. Og margir ganga svo langt að segja að náttúran sé okkar heimili. Og rannsóknir þær hafa stutt við það að ósnortin náttúra, hún stuðlar að dýpri og virkari streitulosun, heldur en það er ekkert annað umhverfi sem getur komið nálægt þeirri upplifun hjá fólki. Og ef stefna sveitarfélags er verndun, þá náttúrulega felur það í sér að það er verið að segja að við ætlum að halda náttúrunni í sem upprunalegastri mynd, eða semst í þeirri mynd sem hún er núna. Þetta er náttúrulega ekki ósnortið land þarna fyrir austan, en í þeirri mynd sem er núna. Þannig að fólk getur gert væntingar þegar það kemur inn á svæðið að upplifa streitulosun. Og samkvæmt þessari könnun sem við gerum, þá upplifði fólk mjög umhverfi Djúpafórs sem mjög hagstætt umhverfi. Það fann fyrir mikilli streitulosun. Og eins og sé, ef að stefna sveitarfélagsins er svo að þessu hagstæða umhverfi verði viðhaldið, þá er náttúrulega eðlilegt að fólk vilji koma þangað aftur, því að það finnur það á eigin skinni, það finnur það í betri líðan og í kjölfarið betri heilsu. Og það er akkurat merkurinn mál, þetta snýst heilsu okkar, þetta snýst vellíðan og heilsu okkar. Við höfum einmitt komið inn á þetta áður þegar þú komið hérna og þetta náttúrulega tengist þínu námi, og það er þetta með streitulosandi áhrif náttúrulegs umhverfis og rannsóknir á því, og ég veit að þú ætlar að halda erindi mitt í kvöld á þessum aðalfundi félagsins umhverfi og velíðan, þú reynda stjórnarmaður þar. Já. Og þar ætli þið aðeins að forritast það, ég veit að þið ætla að aðeins að segja frá ræða umhverfi sjúkrastofnana í tengslum við þessu upplifun og hvað umhverfi getur skipt miklu máli varðandi bóstarlega líðan fólk sem er að sækja sér sína heilsu. Algjörlega, sko, ég ætla að halda fyrirlestur, það sem ég ætla að taka fyrir kem inn á svolítið það sem ég hef nefnt hér uppruna mannsins og slíkt, og svo fjalla umhverfi sjúkrastofnana hér í Reykjavík og tek fyrir stærstu sjúkrastofnanir í borginni og hvernig í rauninni hið ytra umhverfi hvað það hefur lítið verið nýtt í þágu lækninga, ef við getum sagt það sem svo, en það eru
hafa verið gerða rannsóknir innan umhverfisálfræði og í rauninni það frægasta rannsókn sem hefur verið gerð innan umhverfisálfræði. Hún var einmitt gerð á upplifun sjúklinga sem kom úr skurðaðgerð, sambærileg skurðaðgerð, og svo voru hóparnir settir í annars vegar í stofu sem hafði útsýni á fulltrúa náttúrunnar, það voru trjálundur þar fyrir utan, hinn horfði á steinvegg og niðurstöðurnar voru þar eftir að hafa búið að gera grein fyrir öllum öðrum mögulegum þáttum og jafna út fyrir þá að þeir sem horfðu á tríin þeir voru döldu degiskemur, sólarhengiskemur á spítalanum, þeir notuðu marktætt minna af verkjalyfjum og kvörtuðu marktætt minna við starfsfólk. Og þegar við erum að tala um það þurfa að skera niður í heilbrigðiskerfinu, þá er þarna komin, þarna er komin, þarna er möguleiki. Já. Og mér finnst að það mætti miklu, miklu meira horfa til náttúrunnar í þessu sambandi og líta þarlegandi á verndun sem náttúru, hafandi það er þá þekkingu á áhrifum ósnortinna náttúru á heilsufarsfólk, að þá var náttúrulega að reyna að nýta þetta þennan möguleika miklu, miklu, miklu betur heldur en er gert. Rétt bara í lokin veit að þarna verður líka fjallað um verkefni, þannig ýmislegt á þessum fundi forvitnilegt, en meðal annars verður að fjalla um verkefni sem samtökin umhverfisvellíðan eru að vinna sem tengist dagdeild krabbameinssjúkra á Landspítalanum. Já, þetta er verkefni sem að samtökin umhverfisvellíðan hafa staðið að. Og þetta er hugmynd sem kom upp í kjölfar þess að það var birtist í Morgunblaðinu grein í febrúar 2009 það að upplifun krabbameins þeirra sem eru í meðferð á krabbameinsdeild Landspítalans á göngudeildinni þar að í efnislega umhverfi hefði mjög neikvæð áhrif á bara hreinlega bata þeirra og er svona hamlaði bata. Og við fórum að spá í hvernig getum við komið að gert rannsókn sem myndi kanna áhrif þess ef við breyttum umhverfinu. Og þá er aftur eru teknir inn þessi fulltrúa náttúrunnar. Og þetta er verkefni sem er að fara í gang. Nei, það er að fara í gang. Já. Við höfum verið að vinna í þessu 1,5 ár og þetta fer núna í gang núna bara næstu mánuðum. Það er athyglisvert þegar þú talar um eitt, að því þú segir, þú notar orðið gjarnan fulltrúa náttúrunnar, þú talaðir um stóru rannsóknir, það voru 3 fyrir utan. Við erum að tala um, það þarf ekki endilega að skipuleggja heilan skrúðgarð. Þetta getur verið bara eitthvað lítið, eitthvað lítill fulltrúi sem þannig getur skipt máli. Já, rannsóknir hafa sýnt að það þarf stundum alveg ótrúlega lítið til að hafa mjög marktæk, til að hafa marktæk áhrif. Já. Það var þetta hollenska rannsókn sem þá var þetta bara einhverjum 2 blómum bætt inn á stofu og það bara streitust í það var marktækt minnin á þeim. Já. Þannig að þetta snýst ekki um magn, þetta snýst um gæði. Já. Það er það sem þetta er. En þetta eru fræði sem við erum að smá fikra okkur inn í og þið eru nú ekki mörg sem er í doktorsnámi í þessu fagi, er það umhverfissálfræði? Nei, við erum ekki doktorsnámi, ég veit bara um einn Íslending í doktorsnámi í umhverfissálfræði. En fyrir utan sjálfa mig, Já, fyrir utan sjálfræði. En samtökin áhuga fólk umhverfisvellíðan, umhverfisvellíðan, þau eru með þennan fund sem við sögðum áðan frá, aðalfundurinn, hann er í menningarmiðstöðinni Gerðubergi í kvöld klukkan 8 og fyrir þá sem vilja forvitnast þetta og fleiri efni sem þar eru til umræðu, þá sjálfsagt að skella sér í Gerðubergi. Páll Líndal, þakka kærlega fyrir komuna að sinni. Takk kærlega fyrir.